svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar má finna fjölbreytt landslag, ólíka atvinnuhætti og bæði stærri þéttbýliskjarna og dreifðari byggðir. Þessi fjölbreytni hefur víðtæk áhrif innan svæðisins, til dæmis þegar við skoðum menntun líkt og ætlunin í þessum þætti. Við byrjum ferðalag okkar á því að ræða skólamálin við Braga Guðmundsson, formann kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Þetta afskaplega fjölbreytt svæði. Þetta fjölbreytt hvort sem við lítum á það landfræðilega eða menningarlega. Það hefur mjög ólíka sögu, það ekki sama hvort við erum á Siglufirði eða fram í Eyjafjarðarsveit, fram í Bárðardal, norður á Tjörnesi, allir austur við Langanes. Við á þessu svæði erum við með hreina dreifbýlisskóla, eins og Þjalamörk og Stóru Tjörnum. Við erum líka með hreina þéttbýlisskóla og gamla, eins og hér á Akureyri. Hér samfelld skólasaga frá 1871. Og það svo merkilegt eiginlega að leikskólastigið, það mjög ungt. En við erum líka með ennþá yngra framhaldsskólakerfi, því að 4 af 5 framhaldsskólum á svæðinu eru stofnaðir eftir 1980 og sá yngsti bara 2010, þannig að hann mjög ungur. En við höfum líka gamlan framhaldsskóla hér sem mjög rótgróinn. Svo höfum við ungan háskóla, samt sá næstelst í landinu. Ef við lítum á svona fjölbreytileika, Kennaraháskólinn, vissulega eldri heldur en þessi hér. En þannig að við erum með svona umhverfi sem hefur fætt af sér bæði skóla sem eru stofnaðir ofanfrá, af sveitarfélögum, af ríki og sem sagt opinberum aðilum. En við erum líka með sjálfsprotti skólakerfi eins og til dæmis leikskólan á Grenivík, þar sem að konur taka sig saman 1983 og fara að leita heppilegu húsnæði fyrir leikskóla og hætta við að setja hann upp í sláturhúsi og flytja sig yfir í gamla kaupfélagsverslun og þar starfar þessi skóli síðan í allmörg ár áður en byggt yfir hann. Þannig að ég held að í þessu skóla umhverfi séum með nánast allt sem við getum séð í landinu. Fyrsta skólastigið leikskólastigið, en óhætt að segja að vægi þess og mikilvægi hafi aukist til muna hinn síðustu ár. Þeirri breytingu má kannski best lýsa þannig að þróun leikskóla hafi horfið frá gæslu til skóla. Hver leikskóli á þessu svæði líkt og annar staðar hefur sínar eigin áherslur og hugmyndafræði. Við fórum í heimsókn á leikskólan Grænuvelli á Húsavík og hittum aðstoðarleikskólastjóran Aðalbjörgu Friðbjarnardóttur, en á Grænuvöllum eru 136 nemendur og 49 starfsmenn. Við erum náttúrulega að gera rosalega margt. En náttúrulega fyrst og fremst þá erum við að vinna að nýrri aðalnámskrá fyrir leikskólan. Við styðjumst reyndar við gömlu frá menntamálaráðuneytinu sem við gerðum út frá henni. Og og við erum með Jói og Karolínu Pratt sem leiðarljós. Sem eru sem sagt fræðingar sem þið horfið til og þeirra hugmyndafræði. Já, að hluta til. En við erum líka með margt annað í gangi sem við höfum verið með síðastliðin ár og við fórum út í þróunarverkefni árið 2005 og 2006 sem lítur að hreyfiþroska barna í leikskóla. Og það nú eitthvað sem hefur vakið athygli. Þú varst nú að segja mér frá því að þegar þú varst í náminu þá kannski var verið að tala það að hreyfiþroski barna hreinlega kæmi bara með aldri. En það nú kannski ekki alveg reynsla þín eða hvað? Nei, alls ekki. Vegna þess að það hægt að kenna þessu rosalega margt. Og eins og til þess að kasta bolta og hoppa öðrum fæti og hoppa jafnfætis. Þannig að það alveg rosalega margt hægt að kenna það. Og þá eru það að kenna hvernig á að hoppa jafnfætis? Já. Og það ekkert bara endilega svona? Nei. Kennarinn hann mjög skipulagður í þessu verkefni og þarf að vera búinn að kynna sér þetta mjög vel og fara á námskeið hjá hreyfigreini fræðing sem var með þetta verkefni með okkur og hlúði að þessu. Og hún kenndi okkur alveg nákvæmlega hvernig við ættum að sýna nemendum hvað þeir ættu að gera. Þannig að sem dæmið sér tekið, ef við tökum þetta, þá er það ekki þú varst að sýna mér þetta?
hendur aftur, Já. var það ekki? Beygja niður Já. og svo á stað. Já. Ég er með þetta. Já. En þessi skóli, hann er líka í miklu samstarfi við aðra skóla á svæðinu, bæði grunnskóla en ekki síður tónlistarskóla. Segðu frá samstarfið við tónlistarskóla. Já, samstarfið við tónlistarskólan er alveg rosalega skemmtilegt og búið að vera í mörg ár. Og það er með elstu nemendum í skólanum okkar. Og þau fara alltaf einu sinni í viku upp í tónlistarskóla til Hólmfríðar Benediktsdóttur sem er rosalega skemmtileg kennari og nær rosalega vel til þeirra. Og kennararnir hér og nemendur hafa afskaplega gaman að því að koma til hennar. Hún kennir þeim mikið þessu gömlu þjóðlögum okkar, heldur mjög fast í þau og gerir þau og íkýrir þau mjög skemmtilega í tónlistinni. Ja. Þannig að þetta samstarf milli stofnana, faglega starfi en eiginlega ekki síst bara gleði og gaman. Já, þetta er bara mjög gaman að vera þeim og það er allir mjög glaðir og sáttir. Þá er þetta nákvæmlega eins og þetta á að vera. Já. –24 grunnskólar á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Einn þeirra er Öxafjarðarskóli, en þar á bæ líkt og á Grænuvöllum er töluvert samstarf við tónlistarskóla Húsavíkur. Öxafjarðarskóla sækja nemendur frá stóru svæði, en sum þeirra þurfa að fara alltaf 30 km leið í skólan. Sigríður Kristjánsdóttir er skólastjóri Öxafjarðarskóla. Þetta er samrekinn grunn- og leikskóli og við eigum líka í nánast samstarfi við tónlistarskólan á Húsavík og hann kemur hérna frá Húsavík og sér tónmennt hjá okkur og einstaklingskennslu. Og hvað nú margir krakkar og á hvaða aldri? Grunnskólabörnin eru 35 og leikskólabörnin eru 8, þeim fækkaði töluvert núna í haust, flutti burt og en grunnskólabörnunum fjölgaði, þeim 4. Og á hvaða svæði eru þau að koma? Þetta er svæðið alveg frá Sléttu í raun og veru og alveg Lóni Keldhverfi. Já, frá bara Melrakkasléttu og alveg þangað? Já, við getum sett þetta kannski í samhengi eins og það er Akranesi Selfoss í Reykjavík, alltaf einu skólasvæði. Já, það er rosalega langt. Þetta er stórt skólasvæði. Já. Og hvað eru börnin að koma lengst hvað Þetta er 30 mínútna akstur. Já. Svona tæplega. Þetta eru 30 kilometrar í hvora átt. Já. Því eins og þá eru ekki nemendur frá Sléttu, annars var það lengra. Já. Þannig að það fer skólabíll á stað? Já. Korter sem 7:45 mótnana fer bíl frá Kópaskeri og annar frá Lóni. Já, þannig að fara 2 bílar, hittast hér og já. Þannig að skólinn getur byrjað. En þetta hlýtur að þýða mikla samkennslu. Það hefur bæði kosti og galla. Já. En samt sem áður ef við hugsum einstaklingsmiða kennslu, þá tilheyrir hún alveg í samkennslinni. Já. Við erum að miða við stöðu hvers og eins, þarfir hvers og eins og þetta er mismunandi aldur. Já. Mikil breytt frá 1. bekk og 4. bekk saman í skólastofu. Já, skiljanlega. Já, og mismunandi kannski jafnvel innan árganga. Já, þessi fjölbreytileiki hann birtist í svo mörgu. Við til dæmis hér handan fjarðarins erum við með Valsárskóla þar sem við erum með innan við 50 nemendur og ef ég man rétt þá er þeim kennt í 3 bekkjardeildum þannig að samkennsla er mjög mikil. 1. til 4. bekkur er saman og síðan kemur miðstigið saman og unglingastigið saman og allir námshóparnir eru litlir. Við erum líka með skóla þar sem að börn ýmist ganga í skólan, ellegar þá að þau komi með skólabíl og sum þeir eru lengi í skólabílum. Í Eyjafjarðarsveit, líkt og víða í dreifbíli, þá skipta skólabílar miklu máli. Jónas Vigfússon, sveitastjóri Eyjafjarðarsveitar, veit sitthvað skólabílana. Þetta er dreifbílsveitafélag og við tókum upp þá nýjung núna í haust að bjóða upp á almenningssamgöngur sem að
eru þá þannig að þú mátt taka skólabílinn hingað í Aðrhafnagilsskólanum á morgnana og síðan fer annar bíl héðan til Akureyrar, eða einn bílinn fer til Akureyrar á morgnana og þú getur komist í skóla eða vinnu á réttum tíma. Þetta þýddi flýtingu á skólaakstrunum, en á móti kemur þá er boðið upp á hafragraut eða morgunmat áður en skólinn byrjar. Það er hálftími sem sagt, frá því að bílarnir koma og þar til skólinn byrjar og þá er boðið upp á morgunverð. Þannig að það er svona nýjung og svona mælist misvel fyrir. Sumum finnst erfitt að fara snemma á fætur, en á móti kemur og getur borða morgunmatinn hér. Skólaakstur hefur sem sagt verið hitamál í Eyjafjarðarsveit, líkt og reyndar víðar á svæðinu. En á Þorrablóti sem haldin var í Eyjafjarðarsveit á dögunum þá gerðu heimamenn stólpagrín að því hversu snemma börnin þyrftu að vakna til að ná skólabílnum. Við ykkur og þið borðið grautinn í skólanum. Við ykkur på veg, bílinn bíður. Þreytasti skólakrakki í heimi. Ég er þreyttar á hverjum degi og er ekki að fíla það. Ég er þreytasti skólakrakki í heimi. Orðin var tekin af mér og ekki að meita það. Á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar má einnig finna aðrar tegundir skóla, til dæmis myndlistaskólan á Akureyri og nokkra tónlistaskóla, til dæmis tónlistaskóla Eyjafjarðarsveitar, en þar ræður ríkjum Eiríkur G. Steffensen. Hvaða máli skiptir þetta að hafa tónlistaskóla á þessum stað? Ég held að skiptir nú miklu máli að hafa tónlistaskóla svona alveg við grunnskólan. Og við erum staðsett á 3 stöðum, við erum semst á Grenivík og hérna Þelamerkurskóla eða Helgarsveit og svo hér Eyjafjarðarsveit og öllum þessum stöðum erum við semst að kenna í svona við grunnskólan eða semst í samstarfi við grunnskólan og nemendur semst að sækja tónlistartíma á sínum venjulega hefðbundna skólatíma, þannig þau semst að fara bara út úr bekkjartímum og sækja tónlistartíma. Hlaupa bara hérna yfir planið og í tónlistaskólan. En svo verður þetta svolítið erfiðar þegar ég fer í framhaldsskóla, þá verður það svo góðu vön og hérna, þannig að má ég segja að nemendur hætti að frekar þegar þið byrja í framhaldsskóla heldur en sem sagt 13-14 ára aldur eins og er í mörgum skólum. Svo erum við með forskóla eins og hérna í Eyjafjarðarsveit, þar er forskóli fyrstu 4 árin og þar er í 4. bekk þá læra allir á hljóðfæri. Það er bara skyldufag í grunnskólanum og hérna þá velja þessi hljóðfæri eða sumir vita nú ekki alveg hvað þau vilja og þá bara finnum við eitthvað fyrir þau og svo spilar allur bekkurinn saman sem ein hljómsveit á árshátíð grunnskólans. Framhaldsskólar svæðisins eru 5 talsins. Menntaskólinn á Tröllaskaga sem staðsettur er á Ólafsfirði, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Framhaldsskólinn á Húsavík og svo heimavistarskólarnir 2, Menntaskólinn á Akureyri og Framhaldsskólinn á Laugum. Hallubbi Reynisson er skólastjóri Framhaldsskólans á Laugum. Já, við erum hér með svona lítinn sveitaskóla þar sem nemendur koma að öllu landinu og allir þekki alla. Við kennum á 4 brautum, náttúrufræðibraut og félagsfræðibraut, íþróttabraut og svo almennubraut. Þetta er mjög skemmtilegt starf sem ég er í að stjórna þessu og við kennum samfelldan vinnudag þar sem nemendur eru aldrei í eyðu eða koma bara allar á sama tíma og enda allar á sama tíma sem við teljum mjög mikilvægt. Síðan eru hér þó nokkuð starfsnámi í íþróttahúsinu. Við erum náttúrulega með fullbúið íþróttahús sem er mjög góð aðstaða, bæði úti og inni og þrekksalur sem er mikið notað hér. Gott líf í því. Síðan er það sem er svona sérstakt er að nemendur ráða sínum tíma nokkuð sjálfur hér. Það er svona það bil helmingur að námi nemandans fyrir fram í vinnustofum þar sem nemendur vinna sjálfstætt undir leiðsögn kennara. Það er mjög
hefur reynst okkur mjög vel. Og getur lýst fyrir okkur stærð skólans? Hvað eru margir nemendur og kennarar og umfang? Já, þetta eru svona 110-20 nemendur sem eru hér. Og við erum með svona 30 starfsmenn, en það kallar alltaf marga starfsmenn þegar við erum með heimavist. Það eru húsbændur og við erum með mötuneyti og það er ýmislegt sem tengist því. Þetta sé ekki svona 13-14 kennarar. En hvað með það að vera staðsettur hérna á Laugum? Þetta er náttúrulega ekki þéttbýll staður til að vera á. Hvers vegna hentar þessi staðsetning að þínu mati? Ég held að þetta er bara ein af þeim skólagerðum sem ég held að sé mikilvægt fyrir marga að komast. Við má segja að við séum bæði einangruð og inn í samfélaginu. Okkur gefum kost á að vegna smæðarinnar getum við sinnt nemendum á annan hátt heldur en stórir skólar í þéttbýli. Og heimavistin skapar svona nánd við alla. Ég sé fyrir mér að við munum kannski stækka eilítið en ekki mikið. Við viljum halda kostunum líka við fámennið. Og þannig að en ég sé aðalega ný tækifæri í breyttum kennsluháttum sem við viljum fara út í að auka svigrúm nemandans til að taka meiri ábyrgð á og velja meira og hafa meiri áhrif á sitt nám. Og þú ert ánægður hér? Ég er mjög ánægður hér. Mér flutti hérna fyrir örfáum árum, 15-16 árum og bara líka æðislega vel hérna. Ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. Hvað getur þið sagt mér framhaldsskólan á Laugum? Hvers slags skóli er þetta? Þetta er í rauninni sérstæðan segir sem þetta er heimavistarskóli og líka það að námið hérna er sem sagt það er ekki lokapróf, heldur er þetta símat. Þannig að alla önnuna erum við að gera verkefni og svo er sem sagt það gefur svona góða mynd af því hvernig nemandi þú ert yfir alla önnuna. Þannig að þú ert ánægð með þetta fyrirkomulag? Mjög ánægð með það. Já. En segið mér frá heimavistarlífinu. Hvernig er að búa heimavist? Það er frábært sko. Það sem er sérstæðan er náttúrulega að þú hérna á þessum árum kynnist þínum bestu vinum og þú ert með þeim allan daginn og þetta er alltaf skóli líka að geta verið sko að fá bara umgangast krakka allan daginn og þurfa að bjarga þér sjálfur og gera allt. Ég er alltaf býð hérna á Laugum en er á vistinni núna þetta því að það er svo rosalega mikilvægur partur af félagslífinu að vera á vistinni. Þannig að ég kom núna eftir áramót á vistina. En lýsið hans fyrirkomulaginu, ég sá hérna, ég var að horfa á spjald hérna upp á vegg með umgengnisreglum, heimavistarreglum, þvottahúsreglum og ýmsu þetta nú tölvöld öðruvísi heldur en að fólk þekkir í öðrum skólum. Náttúrulega þetta er því bara búið. Segðu mig frá þessu, var ekki, hvað af þessu var svona mesta breytingin? Það var rauninni að geta hitt krakka á mínum aldri bara allan daginn, geta verið með þurfa að redda mig sjálfur, þurfa að passa að fara alltaf með þvott, borða frábært mötunum reyna, mæta alltaf réttu tími í það og þetta er svona ákveðin regla og það er alltaf mikil skóli bara að vera á heimavist hérna. Engin mamma samt til að segja. Engin mamma. En þú talar að það sé fjölbreyttur hópur, hvaðan er fólk að koma? Gjörsamlega allstaðar á Norðausturlandi, Akureyri, Ísafirði, Reyðarfirði, hellingafólki frá Reykjanesbæ og Mosfellsbæ mikið og þetta er svona mjög blandaður hópur og það er kannski alltaf sérstaklega við. Þetta er ekki bara fólk á Norðausturlandi og þetta verður mjög skemmtilegt þannig. Og hvers vegna heyrið þið ef að, ég spyr ykkur nú, hvers vegna er fólk að velja það að koma hingað, til dæmis langt, koma langt að til þess að fara í skólan hér? Sko ég held að aðalástæðan sé sú sko að þetta er miklu minni heimavist. Hérna þekkjur alla, félagslífið er mjög öflugt, það er allir sem taka þátt. Hérna það eru 120 nemendur og viðburði hjá okkur að mæta 110 og hvern einasta viðburði, það er alltaf sérstætt. Og fólk getur kannski komast bara lengra frá heimaslóðum. Segðu mér aðeins frá félagslífinu. Já, sko félagslífið það eins og það er alltaf, þá er það svona upp og niður, en núna er það mjög gott, finnst mér, og það er rosalega mikið sko, það er rosalega mikilvægt að því að núna hafa margir krakkar verið að koma í skólan að því að félagslífið er svo gott.
Og í hverju felst það? Hvað er hægt að gera? Sko, við förum í ýmiss konar ferðir og svo erum við með árshátíðin okkar sem alveg mjög stór. Og það sem eins og Tómas sagði, sérstaklega við hana eða við viðburðina er það að sko, örugglega 99% af nemendum mæta á þessa viðburði. Og eins erum við með söngkeppni framhaldsskólanna, eða sem sagt undankeppni. Og hún hefur nú alltaf verið gerð einstaklega veglega. Já. Hún einmitt 1. mars núna og það mæta 500-600 manns í íþróttahús okkar. Það sem við sérstaklega hana sko að allir nemendur undirbúna. Við skipuleggjum hana algjörlega, það er ákveðin skóli fyrir okkur sko. Þannig að ég heyri á ykkur að þið eru ekkert ósátt við að hafa valið þessa leið? Nei, alls ekki. Alls ekki. Símenntun, endurmenntun og fjarnám skiptir sífellt meira máli í nútíma samfélagi og skiptir það hinar dreifðari byggður ekki síður máli, en svo einmitt raunin í menntasetrinu á Þórshöfn. Góðan daginn hér. Nei, góðan daginn. Sælblessuð. Sælblessuð. Segðu mér nú aðeins, hvað er starfsstöð þekkingarnets? Nú, við erum hérna að bjóða upp á bara ýmiss konar nám fyrir fullorðna, á símenntunarsviðinu. Við erum að vísu skipt í, á 2 svið hérna menntasetrinu, rannsóknar vinnu og svo símenntun. Og ég sé símenntunina. Og við erum til dæmis að bjóða upp á fyrst og fremst námsleiðir frá fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Það sem svona lengri námsleiðir og námskrárnar eru samþykktar af menntamálaráðuneytinu, þannig að fólk getur fengið einingar fyrir það nám. Nú, svo bjóðum við líka upp á námskeið, styttri, tómstundanámskeið, bara ýmiss konar, mjög fjölbreytt. Og svo erum við náttúrulega með aðstöðu bara fyrir fólk sem vill læra. Þó að sé ekki að beint að læra hjá okkur, þá getur það komið hingað og komist bara í net og prentara og... Já, þetta hlýtur að skipta ykkur máli. Hérna Já, hér erum við með fjarfundabúnað. Hér getur fólk á námsleiðum setið og fengið kennslu gegnum þennan búnað. Við notum þetta líka bara við sjálfar fyrir fundi, að funda með vinnufélögum á Húsavík. Og Laugaskóli notar líka þetta herbergi ef það þarf að skipta í hópa og... En þetta er starfsstöð þekkingarnets Þingeyinga. Já, og Laugaskóli er með okkur í þessu húsnæði. En þekkingarnetið sjálft, það er þá fyrir alla Þingeyinga, aðal starfsstöðurnar eru á Húsavík. Já, og svo erum við sjáum í rauninni hérna á þessari starfsstöð sem er eina mannaða starfsstöðin fyrir utan Húsavík. Þá sjáum við alveg Kópasker, Raufarhöfn, Þórshöfn, Bakkafjörð. Já. Þannig að það getur í rauninni farið ótrúlega fjölbreytt nám hérna fram, hvort sem það er í gegnum háskóla, símenntun, eða kannski bara það sem fólk getur eftir í hug. Já, og fólk getur kannski panta fjarfundatíma hjá okkur eða fara að funda eða fara í einhver tíma. Þá getur við komið hingað og komist í fjarfundabúnað. Og hérna bara rétt við hliðina og hérna hvert erum við komið núna? Hér erum við komið bara í framhaldsskóla deild Laugaskóla. Hér geta nemendur farið og tekið fyrstu 2 árin í framhaldsskóla án þess að fara heiman. Og þau eru svona yfirleitt eru þau 3 vikur hér og fara svo 1 vikun í Laugar í svona lotunám. Já. Og þetta hlýtur að vera ótrúlega mjög. Nýta sér tæknina, fjarfundabúnað og bara tölvusamskipti. Og svo eru þau hérna með alveg flottan kennara með sér, eða verkefnisstjóra. Já. Þannig að hérna er hún, þið eru hinum einn og svo er það efri hæðin. Já, við erum búin að færa út kvíarnar aðeins. Og kíkja þangað? Já, kíkjum aðeins þangað. Hvað er þar að finna? Þar er að finna skrifstofur Ísfélagsins, en við erum nú nýbúin að færa út kvíarnar og leggja undir okkur eitt herbyggi þar. Og það ætlum við að nota svona í vetur allavega fyrir háskólanema, sem að eru að bara stunda nám, fjarnám, ekkert í gegnum okkur, bara stunda sitt fjarnám, en hafa aðstöðu hjá okkur. Og komast þá í internet og prentara og svona. Það skiptir alltaf alveg sköpum að geta farið eitthvað. Maður þekki það nú bara sjálfur. Þegar maður er heima að læra þá maður eitthvað farin að vaska upp. Já, setja í vel og svona. Já. Þannig að það er alltaf verið hérna í vetur 2 og við ætlum að reyna að hugsa mjög vel þær. Og þarna erum við allavega með eina, mætt á svæðið, farin að læra eitthvað. Hvað er hún með hérna, má ég segja? Það er kennarinn, fagmennska í skólastarfi. En það er sem sagt ótrúlega fjölbreytt starfsemi sem kemur saman á einn stað og skiptir miklu máli. Og það segir mér frá líka að hingað geti fólk komið til að taka próf. Já. Hvað máli skiptir það að geta gert það? Það er náttúrulega að geta bara komið fyrr heim eins og í jólafrí og vorun og svona. Þá geta þeir sem eru í framhaldsskóla komið bara og prófin eru send hingað og við sjáum að prenta þau út, leggja þau fyrir, sitja yfir og senda þau svo aftur tilbaka. Og líka fólk sem er í fjarnámi bara getur þá komið
þarf ekki að fara til Akureyrar eða Reykjavík til þess að taka prófin. Þannig að stytti tíma sem þau þurfa að vera fjarri heimili sín. Já, nákvæmlega. En til þess að svona geti gengið þá verðum við náttúrulega að vera með algjörlega örugt internetsamband og þannig hluti í lagi. En hvað með hinum megin, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, framhaldsskólarnir og svo framvegis, vilji hinum megin til þess að taka þátt í þessari fjarnámsvæðingu? Já, hann það. Það finnst okkur. Já. En hvað með framtíðarsýnina? Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur þróast? Bara að þetta blómstri og stekki og bara við getum bætt inn fleiri þáttum. Meiri símenntun ég fylg? Já. Þetta alltaf, þróun þannig að það hægt að bara læra hlutina í gegnum internetið og nota þessi tæknina. Það þarf ekki að vera svo mikið á staðnum. Þetta kjarninn í þessu. Algjörlega. Háskólinn á Akureyri skipar veigamikinn sess bæði í menntun og atvinnulífi svæðisins frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Bragi Guðmundsson, formaður kennaradeildar skólans, segir Háskólann á Akureyri hafa verið í stöðugri þróun frá því að hann var stofnaður árið 1987. Hann skiptir mjög miklu máli fyrir svæðið og við sjáum reyndar ekki bara þetta svæði, heldur dreifbýlið í heild sinni eða landsbyggðin í heild sinni. Langstærstur hluti brautskráðra frá Háskólanum á Akureyri sest að utan höfuðborgarsvæðisins og það skiptir miklu máli til þess að hækka menntunarstig á þeim sviðum sem að skólinn tekur til. En okkur vantar til dæmis sárlega meiri tæknimenntun hér og það eitt af því sem ég tel að við þyrftum að sækja fram á. Hér við skólan eru heilbrigðisvísindasviði mjög öflugt, það hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun sem þar eru. Nú á félagsvísindasviði, hug- og félagsvísindasviði, þar erum við með öfluga kennaradeild og það öflug sálfræði, félagsvísindadeild, þar sem eru nokkrar greinar eins og sálfræði og fjölmiðlafræði, nútímafræði. Við erum með lagadeild, síðan erum við með sjávarútvegs deild þar sem við erum með svona náttúru- og auðlindafræði, ýmsar greinar og viðskiptafræði, mjög fjölmenna viðskiptafræði deild. Menntun framhaldsskólakennara fer líka fram hér við háskólann og það eru mjög margir sem hafa sótt réttindi sín hingað. Þannig að ég hef ekki tölur hversu margir þeir eru sem hafa bæst við, en við getum bara fullyrt þetta skiptir mjög miklu máli og í heilbrigðisgreinunum hefur skólinn skipt mjög miklu máli. Í næstu þáttum þá ætlum við að beina sjónum okkar að rannsóknum og nýsköpun á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Á Flakki alla 50 daga klukkan 18:30.